Good to handle production. Ok, svona stutt sögu roller derby. Hvaðan kemur þetta? Hvar byrjaði þetta? Þessi íþrótt var á 7. áratugnum, svo fór hún í svolítinn dvala og svo árið 2002 voru stelpurnar í Texas í Bandaríkjunum sem kom með þetta aftur svona á aðeins breyttari reglum, fór að spila til dæmis á flötu golfi og svo fór þetta bara að breiðast all Bandaríkin og síðustu svona 5-7 ár allan heim og við erum alveg að fara að vera 30 ára á Íslandi þannig að ég bjó sérst út í Bandaríkjunum í Atlanta og fór að spila þessi íþrótt og var bara alveg heilluð á henni þannig að ég langaði mikið til að stofna lið hérna úti heima og gerði það sérstætt en var ekkert með fyrstu 2 árin, var bara svona aðeins að aðstofa þær í gegnum Facebook og gefa þeim góðar æfingar og svona og kom hérna í sumarfríunum og svona og já, þannig að þegar við vorum svona að skauta bara í rólegheitunum kannski fyrsta árið, það var náttúrulega engin aðsetta, þú kannski segir betur frá því. Við alltaf byrjuðum í staðakjallaranum og vorum bara í venjulega bílastæðakjallara og við fengum alltaf svona tips frá henni á netinu í Facebook og bara svona hei herðu, við okkur dætti þetta í hugum, hvernig gerir þið þetta? Og hún gaf já, gerir svona, svo viku setna, heyrðu við prófum þetta en við lentum í þessu veðsli, hvað gerir þið þessu? Og gaf hún okkur svona feedback, svo það var svona fjarkennsla í 2 ár og við fórum staðakjallara yfir í go-karthöll, úr go-karthöll og í íþróttasal og nú er það bara öll hjól farin að snúast og núna loksins á 3. ári þá erum við farin að keppa. Þetta er bara að blómstra núna. Af hverju valdur þú þessa íþrótt? Hún er ógeðslega skemmtileg. Það er ótrúlega mikil fjölskylda, bara bæði á Íslandi og alls staðar annars í heiminum. Þú getur sleppt að þér algjörlega veslinu, en það er samt mjög mikið að reglum að þetta sé ekki bara stjórnleysi. Og bara, mér líður hvergi betur heldur en. Nú er þetta bara fótbolti hjá mér, erum stelpur bara í þessu? Nei, það eru búin að spretta upp kallalið bara eins og golfkúlur og allan hjóluna og ef við fannst harka í þessum leik þá kallarnir gjörsamlega sturlaðir, sko. Við vorum að tala um það, við myndum ekki vilja Nei, og við vitum það til dæmis að herrrefnin okkar á Skarpúr, hann hefur mikið áhuga á því að stofna kallalið, þannig að allir strákar sem hafa áhuga bara koma og skrá sig í félagið. Hvað myndu við vilja segja við fólk sem myndi vilja koma og prófa en þorir þessu samt ekki? Kíkja. Já, það er alltaf möguleiki að horfa á okkur æfa en líka bara við þjálfum þannig að við erum að fara hægt af stað. Þið verðið að ná að skauta, þið verðið að byggja upp þessa öklavöðva, þið verðið að vera í líkamlegu formi áður en að þið farið að hrinda og blokka hver annar í gólfið. Þannig að ef þið farið of fljótt af stað þá náttúrulega er hægt að brjóta öklan eða að snúa sig. Þannig að við reynum eftir bestu getu að þjálfa þær til að verða góðir skautarar og svo leyfum við að fara í íþróttina sjálf. Ef ég spyrir þig bara roller derby hvernig myndir þú lýsa það? Bara skemmtilegt. Það er rosalega erfitt. Það eru venjulega smá norðbrettir eftir þetta. Ef ég myndi spyrja ykkur bara roller derby Æðislega, ótrúlega skemmtileg, ávanabindandi. Nei, ekki? Já, mjög svo. Ég veit að ég prófa minn sker á íþróttum, ég hef verið í fótbolta, körfu, sundi, badmintonli, bara you name it. En þetta er fyrsta íþróttin þar sem mér finnst virkilega gaman og ég bara get ekki hérna að Það er svolítið merkilegt, ég tók eftir að sumara ykkur mömmur. Það er svona, hvað gerir mamma þín? Hún er í roller derby. Já, og börnin er líka okkar stærstu aðdáendur. Þau eru sem að æpa hæst og eru öll komin á litla skóta og... Ef það er eitthvað sem við byrja að keppa við, hvernig við hana samband? Núna erum við að undirbúa bara Finnland á fullu þegar við förum eftir 2 vikur og svo hérna ætlum við að vera með nýlega program sem byrjar í byrjun ágúst. Þannig að þá eru bara allir velkomnir að skrá sig, bara strákar og stelpur, bara eina sem við erum með er 18 aldurstakmark og bara að fara á heimasíðun okkar og Facebook síðun okkar og þar kemur inn fljótlega nákvæmar dagsetningar og tímasetningar nýlega programmið. Hvað æfum við? Er það hérna eða? Æfingarnar allavega akkurat núna eru æfingarnar hér. Við veitum ekki nákvæmlega hvernig það verður næsta vetur en í ágúst þá verðum við með nýlega æfingar þannig að að gera að koma og pröfa og vera með þessu. Hvað myndu við vilja segja við þær stelpur og strákar sem myndu vilja koma? Bara endilega koma og prófa. Við vitum að það er erfitt að hjólaskauta á Íslandi í dag en við
við erum með búin til lána og fyrstu 3 æfingarnar eru ókeypis. Þannig að fólk getur komið og prófa. Við erum að fara til Finnlands núna í júní og svo er að fara að koma frakkar til okkar í haust að keppa við okkur. En já, þegar við byrjum raunverulega að spila leikinn að krafti svona í haust, seint í haust og byrjum að spila svona alvöruleiki í janúar og þá fórum við að hugsa við verðum að hafa eitthvað markmið, við getum ekki haldið áfram að spila bara við ykkur aðra með eitt lið. Þannig að við fórum að leita í Evrópu hvaða lið getur keppt við okkur og fengum svör frá Finnlandi og erum svo búin að skipuleggja Finnlandsferð og við fáum að fara á eina mjög góða æfingu með Helsinki og svo spila 2 leiki í litlum bæjum fyrir utan Finnland. Þannig að þetta verður ótrúlega mikil æfing fyrir okkur. Við höfum raunverulega aldrei spilað gegn öðru liði. Við erum bara eitt lið sem skiptum okkur alltaf í tvennt. Þannig að þetta er náttúrulega bara búið að vera í fæðingu í allan vetur og það er dýrt að fara svona margir saman og að fara með allan hennan búnað og útvega rútu og gistingu og þetta er búið að vera mikið skipulag á bakvið þetta en ég held að þetta sé allt að koma og við hlökkum bara rosalega til að spila í Finnlandi. En svolítið ekki búið því að þau komum heim frá Finnlandi þá þurfum við að æfa okkur fyrir Frakkland því við fáum frakkar til okkar í október. 11. október. 11. október, þá fáum við lið frá Frakklandi og þá getum við haldið sýningu hérna og þá getum við sýnt Íslendingum hvernig derbið er spilað með öðru liði. Já. Það er nóg að hlakka til.